Kæri hlustandi, velkomin í aðra þáttaröð af leitinni að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og umsjónamaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þáttarins Kolbeinn Martinsson, framkvæmdastjóri og einn eigenda hjá almannatengsla- og samskiptafyrirtækinu Athygli. Kolbeinn hefur einnig stofnað og rekið útilegukortið frá árinu 2007 og fleiri félög sem eru tengd ferðaþjónustu. Velkomin Kolbeinn. Þakka þér fyrir. Í þættinum ætlum við meðal annars að ræðum bókina The Millionaire Next Door eða Milljónamæringur í næsta húsi. Kolbeinn sérlegur áhugamaður fjármál, en þessi áhugi hans kviknaði þegar hann á árunum eftir hrun horfðust í augu við nánast persónulegt gjaldþrot eftir hrunið, en með elju og breyttri fjármálahegðun tókst honum að vinna sig út úr vandanum. Kolbeinn, hvernig atvikaðist þetta? Hvernig komstu þér í þetta klandur? Það góð spurning. Það er kannski svona áður ég byrja, þá kannski þá er mikilvægt að temja sér rétt viðhorf þegar maður horfir tilbaka og horfir á mistök. Að mistök allt í lagi að maður læra þeim og ég gerði það sannlega í þessu tilfelli. Mistök ekki í lagi að maður gera þau aftur og læra ekki á þeim. Nei. En það held ég þessi skilgreining og geðveiki ekki ómerkir mannin Einstein. Já, þú ætlast til að fá aðra niðurstöðu. Já. En sem sagt það gerist bara þannig að eins og það kemur eftir eina þá var svona mikil kúvending á mínu fjármálum og mínum svona högum eftir hrun eins og hjá svo mörgum, en ég sem sagt fór bara út á vinnumarkaðinn 27 ára gamall, ég man ekki alveg nákvæmlega, og fór þá að vinna í fyrirtæki og fór hans taka þátt í viðskiptum og var bara ungur maður og djammaði og hafði gaman að lífinu og svona og var ekkert mikið að velta fyrir mér hlutum eins og peningum. Ég passaði mig alltaf að því ég keypti mér íbúð fyrst ungur að ég hafði stutt lán. Ég áttaði mig því að lán væri svona, það væri gæfa að stefna því að greiða það niður. Þá náttúrulega þegar ég tók lán þá voru þið verðtryggð. Þá voru það einu lán sem voru í boði. Akkurat. Og ég veit ekki, það ykkur hlustendur sem kannski vonandi þekki ekki verðtryggingu, vona ég, en sem sagt verðtrygginga þannig að lán þá fylgdu verðbólgu og verðbólga gat verið mjög há á Íslandi. En ég þykist nú auðvitað að flestir hlustendur þekkja þennan ófögnuð vel og þetta sér íslenska fyrirbæri. En síðan bara ég býst mér að kaupi hluti í fyrirtæki í 2007 og ég hef tekið þátt í að stofna annað fyrirtæki og sem ég var raunin bara passífur hluthafi í, en ég hefði gengist í ábyrgðir og hefði gert það á báðum þessum stöðum og hefði síðan sjálfur gert svona smávægileg mistök í fjármálum og svo vaknaði ég kannski svona upp við þann draum bara 2008-2009 að eitt fyrirtæki tengdist fór á höfuðið og ég var þar sjálfur í mörgum milljónum í ábyrgðum og á sama tíma hafði húsnæðislánið mitt farið mjög hátt upp. Kona mín sem ég tekið saman við hefum eitthvað spatt þarna 2009 og það var mikið gleði og gæfa, snemma ást 2009. Já. Og allt í einu horfði við á það að hún hefði verið þá að vinna sem verktaki og var ekkert með mikla tekjur og ég var sjálfur í rekstri og ég hef oft sagt að ég horfði tilbaka, þá var 2009 kannski leiðilegt ár en 2010 var leiðilegast ár síðan mann eftir. það var bara þannig. Það var ekkert að gerast. Það hefur verið þannig í lífi margra á Íslandi. Já, það var, og ég maður bara margir sem fóru til útlanda og ég íhugaði það alveg sjálfur en ég áttaði mig svona á því 2009-10 og ég var bara þessum árum þá var ég bara ég sá aldrei til sólar í fjármálum. Ég var bara rauninni með vanskil út allt og ég man bara hvað þetta var vond tilfinning að ég hafði aldrei pælt í fjármálum og ég hafði reynda ekki borgað í séreignarsparnað. Ég hafði borgaði söfnunarlíftryggingu, svona sem margir gerðu. Ég kassaði þetta allt sem var út, mátti gera það. Já. Tók einhverja 2 milljónir séreignarsparnaði, 1,5 ég man það ekki almennilega tölunar, og einhverja nokkra milljónir og einhverja söfnunarlíftryggingu sem átti að vera þá einhvers konar gullregn við enda gangana þegar maður hætti að vinna. En síðan alltaf borgaði maður tekjuskatt af séreignarsparnaði og líka fjármagnstekjuskatt og þetta fór bara í hít, þetta fór bara í skuldahít hjá mér. Ég var bara með rauninni skuldaði lán í húsnæðislánum skuldaði í Íslandsbanka, svona hugsaði tilbaka. Ég skuldaði lán í Landsbankanum sem tengdist kaupum og fyrirtæki sem ég gengist í ábyrgð fyrir og svo eitthvað yfirdráttarskuld, það var eitthvað 5-6 milljónir og Sparisjóður Velstjóra eitthvað 2 milljónir. Svo var ég með eitthvað Íslandsbankalán með eitthvað framkvæmdum sem ég hefði verið íbúð sem ég hefði selt og tekið lán fyrir 900.000 eitthvað svona, þannig að
svo skuldaði ég húsnæðislán sem hefði verið uppálega 10 miljónir, það stóði ykkur 17 miljónum eftir verðtryggingar, óða verðbólgun eftir hrun. Já. Þannig og þessar tölur eru kannski ekki rosalega háar í dag, en þær voru miklu hærri þá. Já, svona þetta markaldi þetta með 2 cirka til að fá þetta í og líka því að tekjur á að hækka gríðarlega á Íslandi. Já, þú getur helminga laun það bil. Já, þannig að svo þarna þessu tíma var ég með mjög óstópilar tekjur. Já. Og ég sá ekki til sólar og ég man að þú veist að ég man að pabbi minn heitinn sko, hann hafði miklar áhyggjur af mér og hann var að láta mig fá ykkur 100 skalla sem hann hafði sjálfur sett efna á sko en það hjálpaði gríðarlega mikið, þú veist allt einhvern veginn sko, og hann sagði mér ekki setja allt í ykkur skuldir og hann vissi alveg hvernig staðan var, en síðan sem sagt já bara reyndi maður að vinna, en það var svolítið erfitt að því að það var náttúrulega ekki mikið að tækifærum á Íslandi þessum tíma. Nei. Það var allt fast einhvern veginn og óbúslega þrúgandi og leiðilegt andrúmsloft. Og ég svona í eðli mínu lífsglæður og bjartsýnn maður held ég, en þetta var óbúslega leiðilegur og erfiður tími. Og það ágætt að minna sig á það, því að maður getur þó verið þakklátur fyrir það allavega að þessi krísa sem við erum vonandi að sjá fyrir endanum núna, hún töluvert huggulegri en þessi ófögnuður sem hrunið var. Hvernig leiðir? Hvernig þú veist, þetta bjargarleysi sem ég gerir ráð fyrir að þú hafa upplifa, hvernig tilfinning var þetta? Það bara hræðileg tilfinning. Já. Það bara þannig. Maður var bara, og þetta var bara mjög erfitt. Bara sem ég segi, ég fann til svona bara, þetta var eiginlega algjör örvænting og maður einhvern veginn átti sig ekkert á þessu en ég hins vegar sko, ég stóð í skilum með allt mitt. Já. Og það maður svo oft sko svona einhvern veginn að lengja í þessu og maður fór í bankan og þú veist, þú myndist á einn í inngangi að umboðsmaður skuldara, ég fór ekki þangað til dæmis. Nei. Kannski hefði maður átt að gera það. Ég veit allavega að þessi 110% leið, hún stóð okkur, hún var einhvern veginn ekki raunhæfur kostur hjá okkur. Nei. Held ég, minni mig, ég mani þetta ekki einu sinni sko. Nei, en að því að mikið til að skuldum fjallam út af fyrirtækjarekstri, þá tók maður ákveðna áhættu. Já. Og þá skilningurinn á svoleiðis frumkvöðarstarfi, hann er ekki mjög mikil. Að því ég get sagt bara að ég þekki dæmi þess að þú getur fengið skattaafslátt út á skuldir sem falla á þig í ábyrgð fyrir þriðja aðila. Þú getur sótt það til með auðskattanefnd. Ég kannaði það, hvort að það var mjög að sjá það endurskoðandarum mínum sem ég talaði við að það var ekki hægt út af því að þetta væri skuldur fyrirtækjarekstri. En svo fær nú að lyfta með í hlutunum. Og ég kannski svona fer 2010 að horfa til þess að fara skiptum starfsvettvang og fara kannski í vettvang þar sem ég ætlaði að reyna að fara launavinnu. Og þá fær ég að sækja störf og það gekk, ég fór í viðtöl og það var svona eitthvað að gerast í því. Þannig að það var svona jákvæð styrking í þá áttina að bréfunum var alltaf svarað sem að sendi á telefónstórum sem gott og maður fór í eitthvað viðtöl og svona og þannig að það kveikti svolítið í manni og svo í ársbyrjun 2011 þá ringi vinkona mín í mig sem hefði þá verið ráðherra sem iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir og spyr mig hvort ég vilji taka að mér vera aðstofamaður hennar og ég þáði það með þökkum og það sem kannski breyttist þá var náttúrulega bara, segjum það bara hreint út, það ágætlega launastarf og tala ekki þarna sem að var náttúrulega bara mjög blankur og þá rauninni fór maður að það var ótrúlega góð tilfinning allt en maður sá það að launin sín duðu fyrir öllu skuldbindingum og gott betur. Var það svona vatnaskíla moment ef við getum kallað það sem svo? Var það þá sem þú áttaðir það því að þú myndir ráða fram úr þessu? Já, ég sá alveg fram að ég geti ráðið fram úr þessu. Já. En það var alltaf forsetur bankans sem voru 5-10 ára eða eitthvað. Þú veist, ég væri að gera þetta, ég væri kannski fyrst núna að sjá fram úr þessu. Já. En að því gefnu náttúrulega, þú veist, það vissi ekki hvernig Íslandið myndi reiða það af, skilja mig. Þess að gerist það náttúrulega að efnahagslífi tekur alveg vissir og ég alveg viss að ég hef náttúrulega fundið leiðir til þess að fara að vinna meiri peningar sko, sem náttúrulega máli snýst en líka þarna árunum fyrir hrun, ég ætla að segja það líka, þú myndist á fyrirtæki, þá stofnaði ég líka fyrirtæki með félögum mínum sem við eigum núna 2 í dag, sem gekk sem ágætlega 2009 og 10 sem hitti útlugakortið og það hjálpaði líka heilmikið, það var svona aðeins ljós í þessu svartmetalli svona. Akkurat. Þannig að en síðan þá vissi ég það og þetta voru ekki kjölfesta tímar í íslensku stjórnmálum
þú kannski manst. Ekki frekar en núna kannski, síðustu 4 ár, það var verið róleg. En... Já, það var alltaf hægt að ríkisstjórnin var að springa og maður vissi aldrei hvort maður var að koma að fara og ég vissi það bara, ég væri með tímatekjur þarna, þetta var ekki ævistarf, við getum kannski orðað þannig og ég vissi ekki hvað myndi taka við, þannig að ég sagði bara við sjálfa mig og réttum að ég og kona mín að ég ætlaði að gera plan og það sem ég gerði er að ég hafði nefnilega 2005 lesið bók eftir Ingólf sem kendi sig við Spara. Akkurat. Og ég veit að þessi bók hefur haft heilmikil áhrif á Íslandi og þar talaði hann aðferðina sem snýst sem í dag, ég hef sem kynnt mér þetta meira í framhaldinu og talaði þetta við annað fólk og svona en það er til 2 aðferðir þegar við kemur á skuldunum og ég taldi upp þessar skuldir mínar áðan og þá tekur skuldina þínar, setur það í Excel-skjal, raðaði þeim upp og kannski í mínu tilfelli voru þetta kannski 23-24 milljónir eða 5 milljónir eitthvað. Það var ekki drábáslega miklu peningar kannski í dag eins og við miðum bara íbúðumar þannig að þessum tíma voru þetta miklu meiri peningar og tekjurnar mínu voru ekki háar á þessum árum og þá er til 2 aðferðir, það er snjóflóðið þá tekur rauninni, en það ganga alveg út á það sama í snjóflóðinu þá tekur þá skuld sem ber hæstu vextina það dýrastu skuldin og greiðir hana upp svo tekur, segjum sér svo að afborganir að því láni hefði verið 20.000 mánuði svo greiður hinn aukalega 20.000 þá er 40.000 farin þetta lán næsta lán tekur þess að 40 krónur með þér og fer að greiða hennar næsta lán, skilur mig svo er búin að greiða það sem þá var kannski afborganir því voru 30.000 þá er allir 40 pluss 30, 70 þá ertu búin að leggja 70.000 í þriðja lánið ég ger ekki þessa leið vegna þess að ég hugsaði með mér ég ætla að gera þetta öðruvísi ég vissi alveg að þetta væri skynsamlegast að gera þetta ódýrast en ég hugsaði með mér, ég ætla að sjá að því ég er markmiðsdrifinn maður og þá tók ég í rauninni það lán sem var lægst sem var eitthvað 100.000 og ég greiddi það upp og það gerði ég mér hratt og það er ótrúlega góð tilfinning að sjá allt inn í skuldinu sína lækka mér hratt og þegar ég greiddi það upp þá sagði ég þetta var ekkert mál og að það komi þá er rauninni þess að myndi ég segja ef einhver stendur í svipuðum spórum að það er ágætt að byrja á svona teinaból eða svona raunverulegu markmiði ná litlu sigrunum já, af því það er svona sálrænt þó það sé ódýrara að fara það lán sem er dýrast þá getur líka verið mjög gott að fara það lán sem er lægst og í þessu tilfelli þá var þetta ótrúlega góð tilfinning maður fær skuldabréfið sendt heim í pósti stimpla uppgreitt og það var ótrúlega góð tilfinning og allt í nátt að segja því að ég gætt haft svolítið stjórn á þessu og það sem ég gerði á þessum tíma er að ég fór maður tvíeldist alveg að ég fekk auka peninga eitthvað það fór allt í niður skulda og á 2-3 árum þá voru raunin skuldi mín að komna þannig skikk ég ætla ekki að tala persónulega það það voru komnar á þannig stað að síðan alltaf áttum við fasteign sem hækkaði heilmikið og allt í einu voru við komin við því að eins og örugglega svo margir Íslendingar og síðan hætti ég þarna í ráðuneytinu 2013 og fór þá bara í starf í bæ og byrjaði að vinna hérna í Athygli 2016 en þetta hefur verið ótrúlega skólu þetta hefur mótað mig alveg gríðarlega vegna þess að síðan hef ég rauninni alveg verið algjörlega á þessu að greiða niður skuldir og mjög aggressíft ég er með markmið alveg skuldleysi ég er 46 ára í dag verða 47 ára stöðum og ég er með mjög aggressív markmið hvernig ég ætla að vera skuldlaus þú mútt alveg giska á það en það er stór áfengi væntanlegur æviskeiði mínu lífi hvers manns já ég er 50 til nokkur ár og mér finnst það góður stað að staldra við ég er ekki viss með námslánum mín ég fór í framhaldsnám í Skotlandi sem er dýrt ég er ekki alveg viss hvað ég ætla að gera við þau maður getur fengið 7% afslut að maður borgar upp í einni summu og ég er svona að meta það hvort ég safni það fyrir þeim Akkurat. En það er einu lán sem er verðtryggð og mér er náttúrulega fyrir vikið mjög illa við þau lán en þetta hefur haft ótrúlega jákvæð áhrif og góð og síðan hef ég sjálfsögðu byggt upp sparnað og það er svo magnað með fjármál að það er svo magnað með fjármál að þetta er bara 80% hegðun eins og maður segir svo oft 20% er bara færni og þessi hegður mín bara það að greiða niður skuldir hún hefur haft ótrúlega jákvæð áhrif. Þetta er bara ástundun og ægi. Og þetta er eins og ég held að bara það að þú byrjar að fara í ræktina, þú gerir ekkert mikið, þá fer allt innu, ég reykti í mörg ár, þá fer allt innu að fara með miklu verið samvinsku að reykja. Akkurat. Salgæti sem þú fegst þetta hátíðismatinn hugsaður að byrja, þú er búin að setja eitthvað og þetta er bara hlut á hegðun.
síðan fyrir að lesa það til á netinu hvernig þú getur optimerað að hlaupa þjóðleiðar og akkurat. vöðvauppbyggingu eða eitthvað slíkt, en Akkurat. þetta snýst bara allt um það að tilenga sér einhverja hegðun Já. og en ég sagði þið frá Excel-skjali Já. sem að ég setti upp og ég hef síðan þetta gerist, ég búin að vera öll mín fjármál í Excel-skjali frá 2011 með þessum lánum. Ég gæti rifja þetta upp fyrir hennar þátt. Ég sá þess að helvítis anskota þarna bastarða sem ég hef bara fljótur og láða að losa mig út og þeir eru þarna ennþá til vitnisburður það og hvað ég borgaði. Já. Það voru líka mjög hái vextir á þessum árum þó þeir hefur lækkað eftir höfum. Þannig að það er gaman að eiga þetta skjálfest og öll mín fjármál í dag þannig uppbyggð að ég veit hvað ég með tekjur, ég veit hvað ég fútborgaði tekjur og líka aðra tekjur. Útgöldi mín og ég veit hvað ég ætla að borga niður lánum mitt, húsnæðislánum mitt reiknað upp, setja upp þannig að ég setja inn við erum með það stutt og við erum búin að skuldbreyta við 4 eða 5 sinnum undanförnum 3-4 árum. Erum að enda aftur í bankan þess að við tókum við upphaflega okkar viðskiptabanka þá að elta vexti. Já, og líka það sem ég geri og kona mín, við ræðum þetta mjög mikið, við festum vexti í 5 ár. Já. Og það er svona trygging sem við kaupum að því að við erum þeirri kynslu sem við byrjum að kaupa ykkur fasteignir þá horfum við á verðtrygginguna að hækka upp skuldirnar okkar og ég líti á þetta bara eins og Icelandair keyptu sér olíuvarnir með þessa krónu, skiljum mig, ég er bara að verja mig fyrir bara öryggi. Já, en þannig að við erum með þessi lán í þessum þarvegi og stefnum sérst á þetta og síðan það sem er svona ánægilegt við þetta að því að ég hlusta á viðtal þetta sem tókst við hann Georg hjá Menika, það er mjög áhugavert viðtal. Það var mjög áhugavert. Já, og ég get tekið undir margt sem hann sagði, ég til dæmis diggur, ég er meðlimur í saman klúbb og hann sem er þessi FIRE-hreyfing, sem er Financial Independence Retire Early. Já. Ég stefna það sjálfur og kona mín og við höfum sett okkur markmið þegar átt. En það er kannski ekki að hætta að vinna. Nei. Af því að það sem lífið hefur kennt manni er að markmiðið sjálft er ekkert alltaf málið, það er leiðina sem er átt að sá því þegar maður er með markmið að leiðina er rauninni það sem þetta snýst allt en það sem hann sagði sem mjög frábær saga þegar maður sagði frá sonum sínum sem hann gaf pening alltaf að kaupa hlutabréf og elsti sonurinn keypti sér í Tesla og þeir get vel tekið undir það, ég hefði haft ævasemdur hefði mína dætur alltaf að kaupa því hlutabréf í því félagi vor og samt rýmur hrifun þessu fyrirtæki. Hins vegar hef ég rætt þessi mál, ég á 2 dætur, fóstadóttur og dóttur sem eru 21 og 22 ára og ég hef rætt þetta opaslega mikið við þær og við rættum, ég hef sýnt þeim þessa Excel-skjöl og ég hef sýnt þeim hvað ég með tekjur og ég hef sýnt þeim hvernig peningarnir er að fara og ég hef sýnt þeim hvernig við erum að greiða niður lánið okkar og það sem ég hef sýnt þeim það sem okkur Íslendingum hefur mistekist við erum alltaf að tala og það er gallið við Íslendinga, við tölum alltaf greiðslubyrði en ekki heildarskuld. Við horfum alltaf á hvernig lifi ég næstu mánuð og það máli snýst ekki um það. Ég er ekki að horfa á, þegar ég horfa á lánið mitt og horfa á það Excel-skjalinu mínu góða, þá horfa ég ekki á hvað höfustóttum og lækka mikið. Það er ekki fyrst að ég horfa á. Nei. Ég horfa á hvað vaxtabyrðið mín og lækka mikið. Því það eru peningar sem fara út úr bókhaldinu mínu, beint inn í bankakerfið fyrir að lána mér. Þess vegna hef ég fyrir því, það er mikið vinnað að skuldbreyta, þetta er pappirsflóð og það fara í bankan og annað og mesta vinnan er að skrá lánin sitt hjá leiðréttingunni til að fá séreignarsparnaði að greiða niður það er mikið vinna í því líka. Þetta eru mörg handtök, ég þekki þetta sjálfur. Já, þannig að ég læt mig hafa það, glöðu geði. Gott tímakaup. Já, þetta er mjög gott tímakaup, þetta er örugglega besta tímakaup sem við getum fengið. En ég horf alltaf á vaxtakarbyrðina mína og hvað erum við á heimilinu að borga í vexti? Og ég saði námslánum áðan og ég hef verið að skoða frábæra grúpur á Facebook sem er hvet hlustundur þess að þátt að skoða. Það er FIRE á Íslandi, Financial Independence Retire Early, það eru 2 grúpur á Facebook, svo er eitthvað til frábæra grúpur sem heitir fjármálatips með eitthvað 8.000 manns og það var ótrúlega gaman að sjá þennan vaxandi áhuga Íslendinga á þessu málaflokki. Þetta er tiltölulega nýlegur hópur nefnilega. Þetta er ekki nema síðan í maí 2019. Frábært. Bara algjörlega stórkostlegt og ég var að skoða þann hóp og þá er fólk að velta fyrir sér námslánum og ég segi fyrir mig, námslán eru verðtryggð en þau byrja 1% vexti. Akkurat, tæplega það meiri sér núna. Já, þannig ég er svona veltaði fyrir mér og ég ætla ekki að fara í kannski spekulasjónum með það en síðan sem sagt dætur okkar standa fyrir mig fyrir því að þær hefur safnað peningum og
síðan ræðum við svolítið saman og það er útskrifast í menntaskóla fyrir 1,5 ára síðan. Jólin, það var einmitt báðar hérna fyrir 2 ára síðan, jólin, og var báðar í ágætu störfum og þá sögum við bara, hvora mig við það að ok, þið ætlaði að vinna núna 1 ára að þið farið í háskóla eða menntið ykkur frekar og það er bara flott, en ef þið gerir það, þá skulum við setja ykkur markmið. Það er þegar þið farið í háskóla, þá verðið báðar búin að kaupa ykkur íbúð og ég held að það sem hefur inspirerað það er að veittum innblástur hafa ekki verið endalausir fyrirlestrar mínur gagnsemi og fjármálaleysi. Það var að sjáu hvernig við fórum að þessu. Akkurat. Við sýndum þetta svart á hvítu og það er kannski það sem ég held að skipti mestu máli þegar við ölum með börnin okkar og kennum við fjármálaleysi, að það er að þau læra hegðun okkar fóreldrarnir fyrst og síðast. Og það er einmitt það sem er í þessu. Þetta er fjármálalæsi. Þetta er ekki, þú veist, einhverjum kynna finnast skrítið hérna að vera að sína dæturum sínum Excel-skjöl fram og tilbaka bara, þú veist, frá 30 ára aldrei eða eitthvað. Ég gerir að byrja að snemma. Ég byrjaði alltaf seint að taka fjármála. Já, ok, þannig þetta var ekki lesið upp úr Excel-skjölum fyrir svefnin hérna til að svæfa þær. Nei, ok. En einhvað síður, man er svona, finnst þetta er ekki svona, já, einmitt, þetta er það sem foreldrar tala við börnin sínum, sem er ótrúlega skrítið. Þetta er svo mikilvægur hæfileiki að hafa í lífinu. Þetta er lífsleikni. Já. Og mér varst líka sem að þið töluðu hann í þessum þætti sem ég vitnaði áðan, þið taluðu og það er kannski ástæða fyrir að mér finnst ekkert mál að tala þessa hluti. Ég er að tala mörgum finnst þetta mjög persónulega. En við erum í dag bara orðið sem samfélag að fara að tala um orðuðu geðsjúkdóma og kynlíf og hvað sem er. Og andleg veikindi og annað og líkamleg og annað. Allt saman mjög jákvætt að tala þetta út. En að því að en við tölum ekkert fjármál. Og málið það við höfum ekkert, mér finnst ekkert, ég er ekkert að fara að tala fjármál, þá er ekkert að fara að tala hvað ég er með í laun eða þú eða eitthvað svona hallærislegu lífsgæðis kappasmetingi. Vegna þess að það er líka svo merkilegt með fjármál að þau eru svo einstaklismyndin, það sem að ég vil, fyrir mér er ríkidæmi eiga kannski mitt eigið hús eða íbúð og kannski 1-2 bíla og kannski einhverja aðrar eignir. Fyrir þér er það eiga stórfyrirtæki sem veltir milljörðum með eitthvað slíkt gildur með. Þetta er svo ólíkt hvernig við gildismat og hvað virði við lítum á lífi. Þannig að þetta var stutt að sagana því að hverju ég fór að hafa áhuga á fjármálum og síðan rauninni bara hef ég allt þetta hef ég tekið eiginlega hef ég tekið áfram með mér á annar staðar í lífinu. Ég er að reka fyrirtæki með eigundum mínum og ég rek heimili mitt alveg eins þann hátt að ég hugsa alltaf útgjöld út á ársbasis. Ef ég ætla að kaupa áskrift af enska boltanum eða eitthvað sem kostar 5.000 kall, þá var það 60.000 ári. Ég þarf að vinna mér 100.000 krónur fyrir skatta til að fá 60.000 í vassan, give or take, sem það bil. Ég veit alveg hvað ég með í tímakaup. Ég veit alveg hvað ég þarf að vinna marga tíma fyrir þessu, ég er tilbúin til þess. Þetta er einfaldur reikningsdæmi. Þú tekur því ég nefni ekki kaupið mitt. Nei, það er bara mjög... Þannig getum við talað fjármál, eigum öll að geta talað fjármál alveg sem við sem að fara í... Og það er nefnilega svo kjarnin í þessu, af því þessi hegðun, þessar reglur, þessi viðhorf, það skiptir ekki máli í rauninni hvar þú ert í stiganum, hvernig þín fjármál standa. Leiðirnar að árangri eru alltaf þess sömu. Þetta er alveg bara eins og sama ef þú ætlar að ná meiri árangri í hreyfingu, þú þarf bara að hlaupa fleiri kílómetra eða mæta oftar á æfingu eða eitthvað svoleiðis, þannig að algjörlega óháð því úr hvaða grunni þú ert að koma. Þannig að og svo er líka það sem er kannski ágætt fyrir okkur að muna, því að auðvitað eru fjármál og lífið ósækjart. Þú veist, það er bara svo veitingastæðurinn að það borði ekki allir sama matseli og sitja á sama borð. Og það er bara hvernig við fæðumst, sem er náttúrulega bara eins og það er, en það er eitt sem við höfum öll jafn mikið af, það er tími, svo lengi sem þann tíma sem okkur er útið á þessari jörð. Og í grunninn peningar ekkert annað en rauninni mælikvarði á tíma. Og þess vegna er svo mikilvægt að við séum ekki að selja tíma okkur í framtíðinni fyrir eitthvað sem við ætlum að fá okkur núna. Það er kannski svona grunninn. Lán er náttúrulega ekkert annað en ráðstöfun á framtíðartekjum. Já, og framtíðartíma. Og við kannski gerum okkur ekkert grein fyrir því oft að hversu mikilvægt það er og það er sem ég hef sagt dætu mínar, ég hef sagt og ég held að það sé góð regla að maður á að taka lán fyrir fasteignum allavega landi svo Íslandi
það hefur sýnt sig að það yfirleitt alltaf góð fjárfesting. Þú getur lendið tímabundi í því að fara eitthvað niður, en ég meina það var að koma spár frá Hagstofunni og það spáð sko 2040, þá verður við eða kostar við erum að fara, hún er að spá sko við erum komin 470.000 eftir 30-40 ár sko. Það er eitthvað miðgildi, það er eitthvað ég beðum að kannski íbúafjöldi okkur fjölga mjög mikið á landi svo Íslandi, það sem er nóg pláss, nóg fyrir alla bít og brenna og heimurinn fjölga hérna á þetta bara eftir að vera góðu business. Svo maður fjárfest í menntun og þó svo að þannig að húsnæðislán og námslán eru svona einhvers konar menntun, fjárfestu tíma og þó það kosti peninga og ég segja alltaf líka, ég segi við dætur mínar og það er eitthvað mesta gæfa sem ég myndist á þessi námslán mín sem ég skulda, en ég sé ekki eftir einni einustu krónu. Þau tvöfölduðust í virði, þetta voru verðtryggð lán. Ég fór í framhaldsnám í Skotlandi og það er rauninni miklu meiri skóli en að ég hefði búið í Danmörku í mörg ár, semst flutt ungum maður, en að fara í nám erlendis er ótrúlega gott, að fara á okkur á eyju sem er hérna, við erum einangruð og hérna, en maður líka sér Ísland bara, sér kosti þess og galla og þú veist, það eru miklu fyrir kostir en gallar að búa hérna á þessu landi. Það þekkja það flestir sem hafa ekki nema bara farið í skiptinám, þeir kynnast því að það er rifist um hvern einasta hlut allstaðar í heiminum. Það er ekkert sér íslenskt við það að vera þrætum hérna göngugötur eða bara nefndi það. En ég hef oft sagt sko að hérna það er oft gott að vera með líkingamál og ég ætla ekki að fara eins og við gerum alltaf í Íslandi að fara í sjómannamál að gera á bátinu eða bátunum sé laskaður eitthvað slíkt, en mér finnst að líka þess eins og mínu tilfelli að hérna mér er svolítið gaman að horfa fótbolta, ég hef aldrei verið góður í fótbolta en ég er mjög gaman að horfa fótbolta og hérna í mínu tilfelli þá var þetta svolítið sko þegar ég áttaði með því að ég var svona skuldugur þá var þetta svolítið eins og fótboltalið sem er 5-0 undir og það kannski var sárglætilegast í mínu tilfelli þetta var opast mikið sjálfsmörk það var einhverju pappir sem ég hef skrifað undir og ég hefði alveg ekki það sleppt þessu það var eitthvað svona bara hugsunarleysi kannski og alveg eins líka bara við tökum svona hlaupalíkingu að hérna ef við gefum okkur að íslensku kallmaður held ég að hafa lifa meðaltal 80-82 ára þetta var 82 km hlaup sem lífi væri og hérna og síðan ef við förum tvítugt og hlaða alltaf mikið skuldum á okkur þá er það bara eins og við séum með bakpoka með lóðum og 20 kg á lóð með húsnæðisláni svo tökum við bílaláni upp á 3 kg viðbót og við getum alveg dröstast áfram og hérna við höfum það alveg en við tökum ekki spretti þegar tækifæri gefast það komum við brekka þess að við getum kannski aðeins tekið fram úr og náða árangri þá erum við bundin á þessum klafa og nýjan fara að segja til sín nýjan fara fyrir að segja til sín og það er þetta sem er að með ofmiklum skuldum að þá er það opast mikið, við erum að selja frá okkur frelsi í framtíðina og mér líka finnst alltaf mikilvægt að eins og mér finnst að mér finnst ekkit markmið sjálfur sér að vera eitthvað ríkur þegar gamall en ég vil skulda lítið, helst ekki neitt og ég vil eiga spari við þannig að ég geti valið að ef ég er 50-60 ef mér langar þá hætti að vinna eða flytja til Suður Frakklands og gerast ferðaþjónustu bóndi eða opna brimbrettaskóla eða hvað ég vil gera þá hef ég tækifæri til þess það snýst þetta ekki neitt annað að vera sin eigin herra svolítið, vera ekki háður manninum Já, bara þú veist að hafa þetta val og ég vona að það verði ennþá ég vinn sem ráðgjafi og ég ætla að gera það eins lengi, mér finnst það mjög gaman og ég vona það að vera eftirspurn eftir manni en þetta val sem maður vil hafa Þú talar um að gera mistök og að læra af þeim heldur að þú værir á þeim stað í dag sem þú ert ef þú hefðir ekki gert öll þessi mistök ekki það að maður hvetji fólk til að taka fjárhagslega óábyrgar ákvarðanir en þessi leksía sem þú lærðir hún virðist hafa verið þér og þinni fjölskyldu mjög dýrmætt Ég held þessi ógeðslega mjög góð spurning og ég held þessi alveg hárrétt hjá þér ég held að, og eins og ég sagði við þig að mistök er allt í lagi ef maður lærir á þeim alveg eins og að einhver vinuðun borgaði er ekki 10 krónar skuld Þú lánar honum ekki eftir Nú mæst á svo mafíumyndunum sko. Það er bara afskrifa skuldina, þú líka afskrifa mannin skiljum mig, þá er hann ekki, þá veistu þá annars ekki enda á því að skrifa upp á okkur pappira fyrir hann eitthvað en ég lærði að þessu að maður skrifar ekki upp á pappira ég hef líka einu sem skrifað upp á lán þar sem að við komum til lest í bílslýsi skiljum mig, þannig að þú veist ég hef líka svona, maður hefur líka svolítið svona hort á það að maður þarf svolítið að gæta sín í þessu öllu
og ég hef ekki skrifað undir neitt, ég er með alveg stífa reglu sko. Engar ábyrgðir og ekkert ekki neitt slíkt það tilheyrir, það hefur líka dreigið sér betur þegar úr því íslensku atvinnulífi. Þetta er gamla Ísland. Þetta var mikill hluti í rekstri, kannski var vanskilið einhvers staðar að kaupa einhverjum byrgja, þá var krafist þess að einhver myndi gangast í ábyrgð, ég bara kallaði ekki að mér. Og eitt af því sem kom út úr þessu svona í seinni tíð er að þú fórst að setja peningana þína til útlanda, eins og Georg mitt talaði hérna þegar þeir eru rættið við hann. Ég meina ég hef verið með sparnað erlendis í sjóði og ég er bara með svona indexfund. Vísitölusjóð. Sem sagt, og þetta rauninni maður þarf að gæta sínu þessu sko, það hefur sýnt sér bara rannsóknir, ég ætla ekki að fara að gefa ráðleggingar hlutabréfakaupa en slíkt, en það hefur sýnt sér að fyrir svona leikmenn sem ég sannarlega þá er gott að kaupa bara í sjóðum og sjóðum sem kostar lítið, af því að stýra hlutabréfasjóði að þeir eru að taka 2-3% í umsjónarlaun, þá eru þeir að taka það ávöxtun og sjóðir snýmust ekki neitt annað en að vaxtavextina, compound interest sem kallaði að þeir leggja svona vextina sem fyrir voru og með tímanum getur þetta mikla upphæðir sem leggja saman bara með svona hægri ávöxtun og þá þarf maður að gæta því að taka sjóði sem eru með lágþjónustulaun og ég hef gert það sannarlega og ég er þá með sem sagt, ég kaupi í evrum og þá ger ég það þegar krónan er sterk. Evran er sem sagt ég fæ fleiri evru fyrir krónuna og þá hef ég fjárfest og þá er maður að fjárfest og það er rauninni ég bara er að dreifa svolítið áhættu og það er hlutur sem ég hef gert núna undanfærin svona 4-5-6 ár og við erum þá með sjóð og okkur langar svona, það er hluti að ég get alveg sagt bara frá því hér að það er svona hluti á okkur minni konunum minni, okkur langar kannski að fara til Suður-Evrópu mjög hrifin á Frakklandi og Suður-Frakklandi og kannski kaupa okkur hús þar eða verðum það eða Mér langar líka að fara að sigla skútu heiminn, hún er ekki til en það er kannski annar plan en þú veist, það er svona hlutir og það er óbúslega gaman að hafa eitthvað svona, hafa möguleika og svona ef maður kæra það. Það getur vel verið að við ætlum að byggja ykkur sumarbústað, við kannski endum bara þar eins og íslensk vísitölufjölskyldan. En þú veist, þá bara veljum við það sjálf og finnum út af því hvort okkur langir til þess. Og svo er það líka þetta sem bara er svo óbúslega mikilvægt að lífið er aldrei fyrirsjáanlegt og ég meina við erum bara núna staddir í þegar þessi þáttur er tekin upp kringum áramótin 2021 sko, við fengum allir kreppi sem enginn gat séð fyrir sem ég held eitthvað svartur svanur sem kemur bara, hann kemur svartur svanur þú veist í milljónasta hverju eggi á svönum. Það var talað um að það væri ekki til neitt sem heitir svartur svanur en þeir koma samt við og það er engi fyrirværi og þessi kreppa núna sem við erum í sem hefur haft skelfilegar afleiðingar ég hef séð sko bara mjög ömulegar afleiðingar og ég finn sérstaklega til með fólki sem er upplifað aftur svona miklar hörmungar kannski fólk sem var í fjármálageiranum og búin að vera að byggja ferðarþjónustufyrirtæki ég finn mikið til með þessu fólki og ég vona sannarlega að það verði fundið leið á þessu að það sá þetta ekki fyrir og lífið er þannig og þess vegna verður maður held ég að eiga alltaf eitthvað smá buffer borð fyrir báru það sagt góð samlíking mjög góð. Heyrðu, ég ætla að staldra hérna eins við og minna á að þessi þáttur leitin að peningunum er framleiddur af umboðsmanni skuldara með stuðningi frá félagsmálaráðuneytinu. Hlutverk umboðsmanns skuldara er að bjóða ókeypis og hlutlausa aðstoð til einstaklinga sem eiga í fjárhagserfiðleikum. Ef þú hlustandi ert í fjárhagsvanda þá stendur þitt til boða ókeypis aðstoð við að ná yfirsýn yfir fjármálin og leita lausna ef þörf er á. Að því sögðu þá ætla ég að skipta aðeins gír og fara með þér yfir bók sem að þú hefur lesið, bókin The Millionaire Next Door eða Milljónamæringurinn í næsta húsi. Já, þakka fyrir, ég vil að tala nógu mikið í dag. Já, þetta er ein af þessum fjöldamörgu svona fjármálabókum en hún er miðuð að bara venjulegu fólki og svona útgangspunkturinn í henni er kannski sá að fólki sem raunverulega á peninga, og hún er miðar að Bandaríkjamönnum mjög mikið, en raunverulega á peninga í heiminum er ekki fólki sem berst hvað mest á, sem á mest af flottum, dýrum hlutum af því ef þú kaupir mjög dýra hluti þá þarfst að láta mjög marga peninga af hendi heldur bara fólk sem er svona
Já, svona tiltölulega svona hagsýnt. Hvernig segðu mér aðeins frá þessu. Já, þetta er bók sem kemur út 1996 sem að ég man vel eftir því ári. Þá sagði ég einmitt Smashing Pumpkins á hróaskildu þess vegna og Nick Cave en bara svona út í dúr. En hún kemur út fyrst 1996 og Svona endurútgefin 2010. 2010, já. Og hún er, þú veist, þegar maður lesum hana, þá er þetta eins og akademisk rannsókn. Já. Að því leytinu til að hún er skrifuð af tveimönnum, Stanley og Danko, og þeir ákveður að kanna hverjir væri milljónamæringar í Bandaríkjunum og hvernig fólk þetta væri. Og þarna skilgreina er milljónamæring fólk sem átti eignir yfir $1 million. Já. Og það var kriterían. Já. 96 er það örgla, eins og við getum örgla tvöfaldar þá upphæð. Jafnvel meira. Já, ég veit ekki hvað verðbólgarsætt er í Bandaríkjunum, hún er kannski eitthvað fasti. Nei, mitt. Veit það ekki. Nei, en allavega í íslenskum krónum, Já. ef við horfum að það er á rétt hjá þær, við getum tekið íslenskum krónum, þá erum töluvert hærri, sko, held ég. Og þetta lá margar ára að vinna þessari bók, bakvið þessari bók og hún var algjör metsölubók, en það er hún rauninni sko byggð algjörlega rannsóknum og staðreyndum og eins og þú komst vel að í fínu kynningunni er að kjarni þessara bókar er að flesti milljónamæringar þeir lifa mjög einföldu lífi og þess vegna er bókin kannski vísun í þannig einfalda sannleika og það kannski ástæðan fyrir því að þeir urðu ríkir er þessi einfaldi og fábrotni lífstíll. Já, það er ekki sókn í dýra hluti. Já, og hún er, þeir tala 7 atriði sem ég ætla svolítið að fara kannski bara yfir Endilega. En það er lagið þín vegna. Algjörlega. Og ástæðan fyrir ég las þessa bók, þú veist, ég las hana, það er kannski eitthvað svona 5-6 ár síðan ég las hana, en þegar ég las hana þá var svo margt sem talaði til mín að ég er búin að opna mig svolítið mín mistök í fjármálum hvernig ég svona tókst á við að vinna út úr þeim og það var óbúslega gott að að svona, mér fannst þetta gaman að sjá þetta, ég hef reyni tilengað mér ótrúlega margt sem þeir eru að vísa í þarna og það er náttúrulega fyrsta að live below your means, þess að lífstíllinn á að vera lífstíllinn þarf að vera í samræmi við tekjurnar. Lífa innan marka. Já, og þetta er basically bara þannig að María skapa sér lífstíl sem er í samræmi við tekjur sínar og mikilvægast að eiga afgang til að geta lagt fyrir eða búið til sparnað eða fjárfestingar og setja sér fjárhagsleg markmið og þessi hópur það sem var einkennandi á þeim þeir eiga kaupa sér eftir ekki merkjavöru. Nei. Þeir búa ekki í dýrum húsum. Nei. Og þegar vorum að ræða með þessa bókana þú bentir á það sem er rétt, þetta er oft tíðum bara svona verktakar og menn sem eiga svona eitthvað lítil fyrirtæki það er mjög einkennandi á þessum mönnum örgulega fólk sem hefur unnið mjög mikið og þeir hafa ekki skilið mikið. Nei, það er mjög athyglisvert og mjög ofta eiginkonurnar, þetta er nú kannski vonandi hefur þetta eitthvað lagast þarna en þetta er karllæg bók mjög svolítið karllæg og amerísk og amerísk samfélag er ekki sama jafnrétti langt frá því að vera líkt í og við þekkjum hér. En þeir áttu að sameiginlegt að þessi milljónamæringar að konurnar þeirra voru líka svona svolítið inn á þessari línu að lifa ekki hátt og þeir voru ekki skilja en það er líka bara það getur verið dýrt líka. Síðan er númer 2 það er það eru 3 þættir sem við þurfum að vera meðvituð þegar við kemur að peningum og eins og ég nefndi á hann peninga og tíma, samhengi peninga og tíma þeir tala líka um orku og það er náttúrulega eitthvað sem að orka er eitthvað sem að svona miðað við hvernig líkamál okkar eru uppbyggðir frá náttúrunni hendi þá fer hún minkandi og því sem á líður og þessi þætti líka skipta lykilmáli þegar kemur að sköpun auðs. Það er þetta eins og ég kom inn á áðan með þessa vaxtavextu annað, við þurfum að búa til peninga yfir tímabil og það kemur nú ekki fram í þessari bók en markmið náttúrulega eru svona á maður setja í leigurum, maður setja sér eitthvað 5 ára markmið eða 10 ára markmið, það getur kannski verið að þú viljir búi í einbýlishúsi þó ég myndi alltaf segja að vera sniður að kaupa 2 íbúður og leigja hérna út skilum við og verðum auka íbúð í þeirri sem þú átt eða kaupa sér það hús með auka íbúð sem þú leikt út eða eitthvað síðan
sem sagt að ef við gætum að orku, tíma og peningum og þessi þætti við gætum að þá mun auðun svolítið koma sjálfur sér. Já. Og auðæfi er oftast afleiðing lífstíls, vinnu, þrautsegju, skipulags og sjálfsaga. Ekkert vandamál. Nei, en það sem ég segi þarna, þetta er allt hegðun. Já. Skilurðu mig? Þetta er ekki þarna sem við segjum þarna, lífstíl, vinna, þrautsegja, skipulag og sjálfsagi. Þetta er ekkert sem krefst einhvers brjálæðislegs Þetta er ekki það að vera 2 og 10 á hæð. Nei, og þetta er heldur ekki það að þú þurfur að búin að lesa búin að klára viðskiptafræði gráði í Háskóla Íslands eða bréfaskóla eða eitthvað slíkt fjárfestingar. Þetta er bara ægi og hegðun og rauninni bara að hemja sig það að byrja á því að leggja til peninga. Og það er enginn að segja að það sé ekki auðvelt eða gefins en það er eitthvað sem er mögulegt. Og ég segi fyrir mér sjálfan að því ég ræddi þetta áðan að bara það við byrjuðum og mikilvægi þess að byrja á þessu. Síðan hef ég haft rosalega áhuga á fjárfestingum og ég nefndi fjárfestingum erlendis og ég hef farið að huga miklu meira því en það kemur bara svona með sem afleiðing. Og þeir tala um það að þessir aðeinar setja sér markmiðum að verða fjárhagslega sjálfstæðir og kannski þetta svona kannski undanfarar hreyfingarinnar og kannski bara þeir sem kannski svona raunverulega stofnendur og það er þetta að fjárhagslegt sjálfstæði skapar miklu meira hamingju en eiga ógræni af hlutum og þessi jákvæð áhrif af fjárhagslegu sjálfstæði þau er alltaf miklu mikilvægari heldur en streituna og allt það sem útgjöldin sem fylgja eigum líka. Ef við eigum ekki við eigum ef við eigum, eigum sem að eins og til dæmis ég nefndi sumarbústað þá kostar það heilmikla peninga bara að reka þetta. Það kostar líka streitu að passa það að springi ekki röri í frostum sem getur verið á Íslandi eða ofsaveðrum, skilur mig. Það getur að þetta skapa streit á mann og þá spyrir maður þess að móti kannski þá bara betra að fara í stéttarfélag og leigja, skilur mig. Það er enda mjög ríkt í okkar bændasamfélagi eiga okkur. Við viljum eiga allt og ég skil það mjög vel sjálfur en þetta mætti lengi að tala um þetta að það er betra kannski að horfa á það að kannski bara er betra að eiga fjárfestingar sem að gefa sér þá geta þá verið bundið í fé eða eitthvað slíkt eða útlegu einingum eða eitthvað slíkt heldur en þetta. Þetta er svolítið svona óíslenskur hugsunarháttur að peningar séu svona leiða markmiði, ekki markmiði sjálfur sér. Já. Alveg hárrétt. Og það er ég kannski kem að því eftir ég hefði punktað þetta hjá mér áður ég undirbúið mig fyrir hana þátt en síðan er talað um þriðja dæmið sem er sem sagt að við eigum ekki að reyna að vera þegar kallar þetta Keeping Up with the Joneses sem er svona amerískt engisæksnest vísun í lífsgæðakapphlaupið Keeping Up with halda í við og lífsgæðakapphlaupið er bara þannig að ef ég er í einhverju lífsgæðakapphlaupi búandi mínu lífi lífandi mínu lífi í Vesturbæ Reykjavíkur svo fer ég í Mayfair hverfið í London eða hvert Kensington eða eitthvað þá tekur ég bara minn lífstíl og margfaldan með 28 skilur mig, útgjöldin og tekjurna og fatnaðinn og allt skilur mig, þetta stoppar aldrei. Nei. Og þegar svo þú ert komin yfir alla hina þá viltu náttúrulega fara með við eitthvað aðra þá verður viðmiðið eitthvað nýtt þannig að þetta er endalaust og þetta endar bara því að þetta endar ekki neitt með ósköpum þannig að þeir tala um þetta actual wealth versus appearing wealth þeir tala um þetta þess vegna segja þeir að það kemur fólki ofta óvart þegar fólk skoðar götuna sína skoðar bílana fyrir utan húsin skoðar húsin, sundlaugarnar og annan íburðin hverjir eiga peninga og þeir segja sögur af sem við læknum það er mjög athyglisvert í þessari rannsókn þeirra að læknar í Bandaríkjunum það er ekki ávísun á ríkidæmi þú þekkir það nú vel að þetta er hálunastarf í Bandaríkjunum miklar tekjur, en það er ekki samband mellum menntunar og ríkisdæmis þó svo að með góð menntun på amerískum góðum háskóla hún hjálpar mikið en fólki verðist ekki læra að fara vel með peninga þannig og það er í bókinni þeir brjóta þetta upp svo hún sé nú svolítið læsileg þetta sé ekki bara upptalning á einhverjum gerðu þetta og gerðu hitt krosskátuðu spurningalistum þá er þeim sögur þeir bera saman lækna og annar þeirra var kallað South og hinn North og ég man ekki hvor var svo sparsami en þú veist það var alveg ótrúlegt hvernig annar þeirra náði alltaf að hann var alltaf búin að selja allan tíma frá sér og framtíða tekið sín svo gat hann ekki þetta að vinna þegar hann átti að fara að retæra þá náttúrulega var hann þurfti að standa undir þessu öllu saman þannig að hann átti mjög erfitt með það meðan fyrir hinnaðalinn
gat þá uppskórið löngu áður. Akkurat. Og þeir eru með frábært dæmi sem kemur örugglega frá Texas sem er sem sagt þetta að ekki reyna að gangi í augun á öðrum með lífstíl sem við höfum ekki efna á og þeir tala big hat, no cattle. Það er sem sagt Kári Kúriki sem kemur með stóra hattirinn á barinn sko, en áhengar beljur eða áhengar auðgripi og það er svolítið, mér finnst það svolítið skemmtilegt þú veist, þetta skemmtilegt segja svo margt sko. Að sýnast vera aðal kallin en hafa ekkert á bakvið það. Já. Það er staða sem að maður svona ímyndar sér að fleiri eru í en myndu kæra sem að viðurkenna. Algjörlega. Síðan bara þetta að við erum að safna frekar fjármunum og fjárfesta og ekki spandera peningunum í eitthvað sýndarauð. Þeir tala mikið þýska lúxusbíla. Þýskir lúxusbílar í Bandaríkjunum voru þarna og eru örugglega enn ofboðslega mikið stöðutákn. Eru náttúrulega rándýrir, eru dýrir á Íslandi og ég hef einu sinni gert mistök að kaupa þýskan bíl og þetta er ágætis bílar, ég ætla ekki að reyta þá. Það kostar sitt. En það var bíl sem kostaði mér svakalega peninga, 100.000 að kaupa Alterator og ljós og eitthvað svona. Þetta var, þannig að og það er sko þetta að við getum átt, þeir sem oft sýnast ríkastir, þeir segja þetta mjög oft, fundum mörg dæmi það var ekkert samband á milli þess að þeir væru fjárhagslega vel settir. Síðan fjórði þátturinn sem ég held að sé, það er eitthvað sem við Íslendingar getum tekið vel undir og eigum auðvelt með og það er vinnusemi. Og það er nú tilfellið að það er eiginlega engir sem að þessum höfundunir rannsökuðu mjög fáir voru ríkir eða efnaðir vegna lottóvinninga eða erðagós eða áttu ríka foreldra. Það ríkidæmi var rauninni afrakstur skipulags í fjármálum og þeir fjárfestu í fjárfestingum sem skila tekjum með arði. Þetta sem er kallað passív innkoma eða fyrirhafnarlausar tekjur sem það sem þarf ekki að setja tíma í að þeir haldi áfram að koma eins og leiguhúsnæði eða eitthvað svoleiðis. Bara vextir að bankabók eða hlutabréf eða einhverjum sjóði sem gefur af sér eða að þú leggur út og svo bara skilar þetta af sér. Ég manns þetta í myndinni About a Boy, bókin eftir Nick Hornby, þessum Hugh Grant leikandi mann sem var erfði jólalag, var það ekki eftir pappa sinn? Skerði jólalag og náttúrulega í Bretlandi farið stefgjöld, það var alltaf spilað mjög ekki einu svona ári. Það er mjög gott dæmi um passív innkomu og það var hugverk sem hann erði til pappa sinna og þetta er svo lýsandi dæmi um lukkuna pamfíl sem þurfti ekki að gera neitt með að drekka bjór og spila snóker en hann fekk sent á hverju ári fyrir Sandarslet lagi sem pappa sendi feitan tjekka sem hann gæti lifa mjög góðu lífi á og það er kannski svona últra dæmi um passíva innkomu. En það er mitt líka kannski ekki passív innkoma en svona því þú talar um lottóvinninga og svoleiðis ég veit ekki hvort að maður sjáu bara fréttirnar af því að því maður fyllist einhverju þóraðargleði af því þegar maður sér einhverja sem hafa verið alveg svona frámuna auðugir með einhver svona fótboltamannatekjur í einhver tíma og eru svo hafa bara spanderað þeim peningum. Maður hugsa svona hvernig í veröldinni er þetta hægt og það er það bæntalega akkurat bara með þessu að skrúa lífstílinu upp aðeins meira heldur en tekjurnar og bara sólunda þessu þannig að þá upplifir þú kannski aldrei að þú þurfir að hafa fyrir því að afla þessara tekna. Þetta er rosalega gott dæmi og þetta er náttúrulega ofboðslega sorglegt að sjá bara eins og íþróttamenn og menn sem spandera svona peningunum. Mér langar líka að heimfæra þetta aðeins að þú manst þetta í dæminu það sem að börn gáttu valið það að fá eina piparköku eða marshmallow held ég að dæmi að veri ef myndi býði 5 mínútur þá myndi ég fá 2 máttu fá 2 piparkökur og börn sem voru með kvatvís og svona átt erfitt með þess að hugsa svona fram í tíman þau tóku eina piparköku en það var líka sambandum milli þess að þeim vegnaði verri í lífinu. Ég get spurt fullorðna manneskjur nákvæmlega sem spurningar og við eigum sem foreldrar að spyrja börnin okkar að þessu og þannig að þau svara rétt þá eigum að kenna þeim huga fjármálalæsi og það ég spyr þér núna Gunnar Dóri ef þú fær 50 milljónir í lottó á morgun á laugardagur morgun hvað gerir við peningana þeirra? Hvað gerir við vinningin? Ég kaupi aðra íbúð og borga niður lánið á þessari smjá. Þú náði prófunu. Ef þú fer að segja mig hvað þú ætlar að eyða þessum peningum í þá ertu búin að falla því. Ég myndi hugsanlega eyða svona kannski
hvað ég var að segja, 1/10, 1/20 í eitthvað skemmtilegt. Það alltaf læg. En þú veist, en þetta að hugsa ekki þannig að þú getur, ef þú ert 50 milljónir þá getur þú búið til passífa innkomu sem marga milljónir ári. Þannig að þú getur rauninni bara látið höfuðstólinn eiga sig og þú getur fengið út í það óendanlega þessa peninga. Þú getur líka farið og fjárfestum vel, en ef þú farið það strax að kaupa eigur, mestu mistökin, þetta skerist mjög, það er mjög algengt til þess að lottóspilarar fara á hausinn. Það er því að fólk fer að eyða þessu öllu saman og það fer að skapa sér meira og meira útgjöld. Þetta er ótrúlega sorglegt. Þetta er mjög sorglegt og þetta dæmi að þetta eigum að spyrja okkur sjálf og ég hefði svarað svona, ég hefði alltaf hugsað, ég hefði farið að keypt mér, ég hef alltaf verið svona smá sökku fyrir bílum, ég hef farið að keypt mér eitthvað brjálaðan bíl og svo hefði ég farið að gert eitthvað, þú veist, frábært sem alltaf læg, þetta gerir maður myndi með vinna, ég myndi fá 50 milljónir, ég myndi ekki setja allt í bankan, ég myndi gera eitthvað skemmtilegt, þú veist, anskotin hafið það, mann lifir nú einu sinni. En uppistaðan í þessu væri? Ég myndi borga allar skuldir, byrja á því og ég myndi setja eitthvað svo myndi ég setja fjárfestingar erlendis, það er ekki bara. En þetta er rosalega góð spurning, það væri skemmtilegt að fá svör hlustenda. Hvað myndið þið gera ef 50 eða 100 milljónur myndi bara dett í fangið okkur? Væri þú veist, bara risa ferð í Costco? Þetta er alveg spurning og börnin sem gáttu valið með eina köku eða fótt 2 eftir 5 minútur. Þetta er alveg sem spurning. Þú veist, en mér finnst þetta bara áhugavert að velta þessu upp. Höldum áfram, ekki? Höldum áfram. Tíminu peningar. Síðan já, þeir voru í þessum passífu innkomum og þeir segja þarna að höfundarnir til að öðlast ríkidæmi þá er það krefst að vinnu með skipulag fjármálum og þú veist, ég er ekki með bókhald. Heimilisbókhald? Nei. Ég hef notað Meniga, við tölum á honum ágæta fyrirtæki, en við erum bara lífstíll okkar er mjög svipaður og það sem kannski, þú veist, ég hef verið að, eins og gerist af því sem maður er eldist, ég er 47 ára, þá hækkar það svona tilhengum maður hækkar, maður er á þeim milli 40-50-55 ára, þá er það svo tíma á ævinni sem maður er með hvað hæsta tekjur. Þú veist, ef ég hækki tekjum þá eigi ég ekki til lífstíl minn. Þá fer það bara í að þá eikst bara sparnaðin og það er róslega góð regla að miða við 50-30-20 akkurat sem er þá sko 50% í húsnæði já, og húsnæði og mat bara svona nöðþurftir og 30 þá í svona annan kostnað sem er svona rekstur á manni sjálfum og föt og frí og eitthvað svona og svo 20% sparnað maður á að vegum alltaf að stefna því og svo segja það líka að höfundarnir og það er svona kannski sem við talum að það er alltaf sótt að okkur í fjármálunum það er alltaf verið að sækja að okkur og við erum svolítið að hugsa sko fjármálun okkar eins og í varnarstöðu og fullt af fólki sem vinnur við það er að hafa okkur peninga og sko bara það að fara með þú veist organdi krakki búð það er byggt á þessu þú veist, sælgæti er haft, það er ástæð fyrir því að sælgæti er haft neðarlega því börni sjáu það, þú veist, í kassana og svo má taka góðana fyrir þeir fyrirtæki sem hafa meðvitað hætti það þekki bæði út af þessu og líka bara lýðheilsusjónum algjörlega, ég er alveg, þetta er horrið til þér og en það er alltaf verið að sækja fjármálum okkar og það er sko, við fáum aldrei það er aldrei andrými til að setjast niður og segja bara þú veist að internetið, samfélagsmiðlar eða einhver segja við okkur lífið er frábært eins og það er. Nei, þú heyrir það aldrei. Nei, þú veist, fötið svo verður er bara frábært. Verður þakklátur fyrir lífið svo hefur og ekki gera neitt. Nei. Þú veist, það segja það ekki auðvitað. Það er alltaf verið að segja okkur með myndefni samfélagsmyndum með okkur vinum okkar samfélagsmiðlum sem eru að láta að segja þessi föt í eitthvað staðar eða einhverjum ferðalögum eða eitthvað að við þurfum að eyða peningum til að láta okkur líða vel. Og þess vegna eigum við að byrja á því fyrsta varnar við bragðið fjármálum heimilisins og þetta er ein grundvallar skylda hvers ríkis að tryggja öryggi þegna sinna og þetta er grundvallar skylda okkar að tryggja öryggi heimilisins það er að borga okkur sjálfum hvernig gerum við það? Með að taka hluta laununum okkar strax áður við borgum aðra reikninga tilhengin okkar hjá mörgum ég hitt einu sinni kanadíska mann ég var að ferðara í
Kanada, þá hitti ég kanadíska mann sem rak þar hérna rosalega stórt net af svona payday lána fyrirtækjum smálána sem nei, það er aðeins öðruvísi það er svona eins og það er svolítið svona fyrir fólk sem að fær kannski ekki þjónustu í bankanum það er allt gengur, það er öðruvísi á Íslandi í Norður Ameríku farið kreditskór og þú all kjörðin mitast við það borga vexti eftir hvað þú og þetta er fyrir fólk sem að kannski á ekki mjög auðvelt með að fá þjónustu þau kannski farið einu svona farað á svartan listu eða eitthvað og ég spurði hann út í þetta og ég spurði hann hvernig þetta væri og hann sagði að þetta gengir rosalega vel nefnir Quebec, það er mjög hann er ekki með sjoppur þar þeir eru svo ábyrg, fjárhagslega ábyrg frakkarnir þar hann fær ekki að opna búðir þar sko. Það var það allavega og þá sagði mér að í Kanada væri þjóðin 1-3% meira en aflaði að meðaltali það er ekki sjálfbært nei, það er ekki sjálfbært og einhvers staðar hún voru að fá lána þessi peningar eru teknir að lána og það er náttúrulega hinn kapitaliska neysluvél sem keyrir þetta áfram þó að kapitalismi sé eitt stórkostlegasta fyrirbæri sem við fundum áhugavert apparat en þá verðum við líka að passa okkur á honum hann er gengdalus neysluhyggja er eins og ekki sérstaklega spennandi fyrirbæri nei, og mér finnst líka rosalega áhugavert og ég finn það bara okkar eigin heimili að það er þessi mínimaliski lífstíl hann er líka hluti af þessu sko, þessari fæjarhefingu að temja sér minni eyðslu og það eru til dæmis frábær blogg sem að fjalla þennan lífstíl Money Mustache og Rule of Good held ég Root of Good og eitthvað svona sem man ekki við kannski setjum þetta í þáttinu það er til nokkuð svona blogg þar sem fólk fer yfir þetta og mjög segir frá sínum fjármálum og mjög óbeskáðan hátt að en allavega svo við höldum áfram en við hefum líka passað þetta því það er líka rosalega mikilvægt og ég vil alls ekki hljóma þannig að því að þú veist, þó svo að ég sé að fara vel með peninga og þykist fara vel með peninga þá eyði ég líka peningum og ég eyði peningum, við hefum fundið það í minni fjölskyldu að ferðarlega hafa veitt okkur ótrúlega gleði og þegar ég tala við dætur mínar og þegar ég hugsa tilbaka þeirra 20 ára og sonar okkar sem er 11 ára þegar við hugsa tilbaka okkar bestu stundir þá er það einhver staðar þegar við erum saman í einhverjum ferðarlegum og því miður hefur það ekki verið hægt skilur við? Ekki síðast árið? Nei, en þegar við höfum ferðast við höfum farið í dýrarferðir til lengst til Suðaustur Asíu og eitthvað svona þá var átt fyrir þeim þá hefur við kona mín bara sest yfir þetta og gengið frá ferðunum löngu áður og keypt þetta og átt á bara peninga og ekki þurft að fara við höfum ekki lent í því að það kannski líka því við erum bæði og hún starfar sem sálfræðingur og ég starfa í mínu fyrirtæki og laun okkar ráðast af því hvernig vinnuframlega okkar þannig að þá þurfum við líka kannski að það er kannski líka eitthvað sem maður gæti og auðvöldar með að vinna svona vinna því maður passa sig á því að fara svolítið vel með útgjöldin en og þess vegna verður maður líka að það er ekkert gaman að vera Jóakim Aðalönd og eiga eitthvað endalega sjóð sem að baða sér í peningum peningar, það er ekkert var í það og hinn sorglegi sannleikur er sá við lífið, ég sagði áðan þetta langklippa í 83 ár sem við getum vænst Íslandi kallfannig ég vona nú að það veri lengur að maður getur dottið döðu niður eftir 2 ár sko. Maður hefur enga stjórn á því og ég hef sjálfur, maður sér það bara samtíma mönnum og maður sér það bara alltaf myndur reglulega á það og það var nú eins gott að það var nú hálf fúlt að hafa lífið að svo miklu naumlífi að þetta fer bara allt í föti barnana minna þó ég er búin að þau eru sem mest en maður hef ekkert notið neins sjálf þannig að ég sjálfsögur líka ég ferðast og ég hann var hjá Þórarin Íkja og ég segi bara svo hann, mér finnst gaman að borða góða mat og ég er líka rosa gaman að veiða og mér finnst gaman að veiða í góðum ám og það kostar peninga og þá var maður að leyfa sér það en síðan þetta var vinnur sem er punktu 4 punktu 5, við eigum að stefna fjárhagslegu sjálfstæði og sjálfbærum fjármálum og það er náttúrulega bara þú veist, mantran sem ég hef kannski búin að vera alltaf að fara yfir í allt kvöld og við þurfum að setja okkur markmið og til þess eiginlega þá verðum við að fjárfesta í fjárfestingum sem geta gefið af sér, hvað kallaði þetta? Fyrirhafnarlausar tekjur, mjög gott hjá þér sem eru þá tekjur sem skapast á þess að þurfum að leggja út vinnu eins og við nefndum að vextir eða leigutekjur og ég meni ég þekki einn ungan mann sem að áður en COVID kom að hann leiði út íbúðinu sinni í Airbnb
og fekk að fara til foreldra sína. Já. Og þar náði hann sér í að fór langt með að borga niður húsnæðislánið. Ótrúlega vel gert. En hann fór ekki og að því ég þekki hennar mann og ég spurði hann út í þetta. Já. Hann notaði sem sagt þá peninga til að greiða húsnæðislánið sitt. Þetta er allt hægt, skilja mig. Þetta krefst smá fórna. Já. En alveg eins og ég sagði við dætur minna sem ég er ótrúlega stoltur af. Ég er svo stoltur af það keypti sér þessar íbúðir og það gerði það sjálfar. Það gerði ekki með okkar hjálp. Það er unnið fyrir sig hverja einustu krónu sjálfar. Vel gert. Og að ég sagði alltaf við þær, ef þær fara út í lífið 22-23 ára gamlar, komna með þetta svona eignastöðu og gæta hennar, verja hana, já. En þú veist, kannski ekki alltaf forskot, vegna þess að lífið er ekki kapplöp, skiljum mig, en þetta er kannski bara ótrúlega gott svona, kannski segjum, jú, kannski er það forskot, en svona headstart út í lífið, skiljum mig. Ég vil ekki, mér finnst þetta sé eitthvað, en þetta er sjálfsögur, þetta er svona mikið meðvindur og öryggisböffur. En og þess vegna eigum við að stefna fjárhagslegu sjálfstæði og með því sem við nær sem við færum fjárhagslegu sjálfstæði, og þetta get ég bara talað sjálfur, ég hef verið með persónulegur að tala um mín fjármál, þá ég hef ekki haft áhyggjur í peningamálum, ég man ekki hvernig ég hafði það síðast og það sem betur fyrir, ég man hins vegar hvernig mér leið þegar þú hafði þær. Já, og þetta er kannski svona eins og gamlir alkar gera, þeir fara alkoholistar, þeir fara í A-samtík til að minna sig á hvað þetta var nú, því heilin fyrir að segja okkur hvað þetta er í lítið mál. Akkurat, brennt forðast eldin. Kannski þetta viðtal ágætti svona með áminningum það fyrir mig. Akkurat, nú er ég að setja hérna, láta það rifja upp einhvern versta tíma lífstíls. Já, en ég ætla samt að segja að þetta er svo skemmtilegt sko, að ef við hefum ekki alveg tíma eða. Jú. Þú segir mér bara, ég er að tala allt of mikið, en sko, þú veist, ég sagði á hann, ég ætla að vera ég með eitthvað takmark og skuldleysi, skiljum við, eitthvað stærri náinni framtíð og en sem sagt, ofurfókus á markmiðið, þú veist, það er ekki þannig að þegar ég er skuldlaus, þá fær ég og eyðullum, takk ekki sparnaði minn og fara og takk peningan sem ég fæ. Það er alveg sama prinsip og þegar ég borgaði fyrsta láni niður, þá tók ég sömu upphæð og ég laði hann eitthvað annað. Ég mun ekki vilja, það mun veita mér meiri gleði að þá byggja upp frekari, sterkari stóði, ég kannski ekki skrúa aðeins upp, ég fyrir kannski út að borða einu svona aftur í mánuði, konunum minn fyrst mjög gamla, við fyrir leik, það er ekki dýrt að fara leikus í Íslandi, við fyrir kannski leikus tvisvar sem oftar á vetri, eitthvað svona, þú veist, við gerum eitthvað, en það þýðir ekki, ég ætla að fara og kannski eina skíðaferð eða eitthvað, en þetta er ekki endamark, heldur þetta áfangamark. Og það er það sem er svo frábært við þetta, að þegar við hugsaum alltaf ríkidæmi og sólastöðum, þá er það bara þannig að við erum alltaf að hugsa við höfum að ótakmarkaða tíma, við stjórnum tíma okkur sjálf, það er eiginlega ríkidæmi felst fyrst og síðast í því. Það er ekki þannig, það er engin gleði því að kaupa sér skópar hverjum degi, það er hundlegar. Það er ekkit sérstaklega gaman. Nei, það er ekkit gaman. Nei, og þú veist, það er ekkit gaman, þetta veitir manni smá gleði í smá stund, það er valla það. En þú veist, þannig að það er ótrúlega, og þetta lærði maður bara leiðinni, að þú veist, þetta er ekkit eitthvað endatakmark, það verður frábært þegar við náum þessu, skilum mig, og ég mun fagna því mjög vel og lengi og gera mér örugglega eitthvað glaðan dag, en þú veist, það er bara, þú veist, þetta er bara það er svo oft eins og maður hefur heyrt og maður hefur sjálfur gert sko, að setja markmið og svo nærði því, þá finnur þú til tómleika tilfinningar. Þannig að maður heldur bara áfram. Já, þú veist, þú þarf bara að halda áfram. Og þá er það bara ennþá að markmiðið er ekki skuldleysi, markmiðið er fjárhagslegt sjálfstæði. Já, hegðunin er markmiðið út af fyrir sig. Nákvæmlega, já, mjög gott, þú er góð greining hjá þér. Og þess að við höldum áfram, það var eitt sem var mjög athyglisvert, að þeir gagnrýndu einn þátt mjög mikið. Já, þeir gerðu það. Bókinni. Já. Þú veist hvað við erum að tala um þá. Með börnin sín. Já, akkurat. Að þeir sáu þar að þeir voru kannski líkt og foreldrum hérna á Íslandi. Foreldrar mínir voru tónlistamenn sem unnu mjög mikið og ég var síðan sjálfur ekkert að segja til finningamál sko. En þeir þénuðu bara vel og unnu þessar skepnur og fannst bara fínt að hafa gaman. Já, og fannst bara engan áhuga að vera eða eitthvað tími að pæla í peningum. Nei. Eittuðum bara og höfðu gott og gagnlegt líf. Já. En það var sem sagt það sem var það fór eitthvað lítið fyrir sko fjármálalæsis kennslu til komandi kynslóða og það er einhver sorglegt. Mér fannst það líka, mér fannst það svolítið bara
svona víti til að varast fyrir foreldra sem að eru fjárhagslega skynsamir. Og það var stór hluti sem allir með studdi börnin sín fjárhagslega á fullorðsár. Já. Og það sem gerðist þar var að þetta stórskaðaði börnin. Já. Og kannski alvarlegast í þessu að sko börnin lita á þetta bara sem svona entitlement, að þetta var bara, þeir litu bara á þetta sem sko fasta innkomu, þetta var eins og borgaralaun. Fyrirhafnarlausar tekjur. Fyrirhafnarlausar passív innkomu, bara þau komu frá, sko þau var sannarlega búið til, ekki, kannski passívan hátt hjá foreldrunum, en þetta kom beint frá foreldrunum. Passíft í augum barnanna. Já, og þau tóku dæmi af systkinum þar sem að ein systir henni hafði alltaf endað því að vinna í fjölskyldufyrirtækinu og foreldrunum var alltaf að bera ábyrgð á henni og hvernig þetta var svona, og töluðum misskiptingum milli arfs, að til dæmis að konur væru illa giftar eitthvað svona, þetta var, ég man ekki alveg í svipinu, þetta var margt mjög skrítið og það til dæmis foreldrar voru að erfa börnin sín sem voru búin að veita mestastöðning, þau fengu meiri arf. Þá voru þau búin að búa til eitthvað skekku í samskiptum, en kannski börn sem voru sjálfstæðari og þurfti ekki eins mikið, þau voru ekki að fá sama frá foreldrunum sínum. Og og þeir sögðu þarna 46% af milljónamarkanum sem voru rannsakaðir í bókinni gáfu börnum sinni fjármuni árlega og samkvæmt rannsóknum, samkvæmt athugunum þeirra í bókinni þá var það ekki gott. Nei. Var það 46 eða 46? 46. 46? Já, vá. Já. Þetta var sem sagt undir fjárhagslega sjálfstæða sjálfbærum fjármálum, svo komst kafli 6 sem var fjárfestingarnar og það er kannski eins og ég notaði þessa lýsing á þannig að maður getur ekki sprettin ef maður er með klifjaðar og skuldum í maraþonhlaupi lífsins og það er kannski svolítið sem þeir segja að þú veist, ef maður á fjárfestingar getur maður tekið þátt í til dæmis fjárfestingu sem maður krefast þess að maður eigi peninga. Akkurat. Og þess vegna er það nú þannig ósangirni þessi ágæta kerfi sem við höfum skapað okkur hérna kapitalistans, það er nú þannig að oft verða henni ríkari. Það er því þeir hafa tækifæri til þess að fjárfesta, kaupa banka sem fara út úr bóðu eða eitthvað slíkt eða svona millistéttar, ef er millistéttin sem hefur efni á því. Akkurat. Fólk sem þarf ekki að hugsa um hvern 10.000 kall eða 100.000 kall og getur tekið sénsa. Algjörlega. Já. Og við eigum að spara alltaf, við eigum að reyna og ég segi sko að auðvitað er ég búin að tala hérna og ég er sjálfur ágæti stöð í dag en það er samt sko, þú veist, að því síðasti punktu er sko starfið sem velur 7. skiptir gríðarlega miklu máli og við verðum að velja okkur þetta starfsvettvang og ég get alveg sagt frá því að hefði höfund að sagt við hefum átt að fjárfesta hefum bara átt að velja okkur starfið til tekjum þá hef ég náttúrulega ekki talað um þessa bók. Nei, einmitt. Þú veist, þá hefði þetta náttúrulega bara verið, ég þól ekki svona vertu ríkur strax sko, eitthvað svona sko og ég held líka bara að starfið okkur skiptir rosalega máli. Ég er sjálfur í starfi sem og er búin að eyða mörgum árum með að reka fyrirtæki sem ég get ekki selt, það er mjög ekki byggt að minni, það væri miklu sniðara fyrir mig að vinna við heildsölu. Flytja inn niðursuðuna á vörur eitthvað staðar eða skilur mig og selja haga eða bónus eða krónuna og þannig fyrirtæki geti ég selt eftir nokkur ár. Þetta er mjög persónubundi fyrirtæki, ráðgjafafyrirtæki. Ráðgjafafyrirtæki er allt bundið með persónulega, ég á reyndar annað í öðrum fyrirtæki sem er ekki svoleiðis en á móti kemur ég bóðslega gaman í vinnunum minn og það er margt annað sem hún gefur mér en bara gefur að sér ágætis tekjur en það er líka ég er að vinna í ólíkum verkefnum og öðru slíku og það sem þeir segja sem er alveg rétt og ég kannski svona ég kem hérna sem loka kafla í bókina ég sagði frá því að ég fekk þarna ágætlega launa starf 2011 og þá sá ég vissi líka að það var tímabundið og það var kannski óbúðslega gæfa sem ég er ekkert viss kannski eins og þú komst inn á að ég var þá með bara ég þurfti að horfast í augu við það að ég var með skuldastabba 5 sjálfsmörk og ég þurfti að fara að sækja ég þurfti að fara að jafna leikin 5-0 undir í hálfleik ég þurfti að fara að skora mörk og þá fór ég bara í það hlutverk og ég held bara svona með þetta að ég ætla ekki að vera hrókafullur því ég veit líka að það er því miður þannig að það eru líka störf sem eru mjög mikilvæg sem er ekki borgað mikið fyrir en ég segi við alla að ef þú mögulega getur lagt eitthvað fyrir reyndu það og oft er þetta skera niður í lífstíl smá hlutir þetta allar allt eins og Þórarinn kom inn á í síðasta þætti að það er oft það fólk sem hefur minnst á milli handana sem allir kaupir dýrasta matinn skyndibiti er ekki ódýr segir skyndibita sölumæðurinn sjálfur já, hann er bara rándýr það er alveg rétt það er mjög góða punktur og
þannig að ég vil ekki, mér finnst það rosa mikilvægt og ef það er svoleiðis að, hérna, að það er engar, þeir eru alltaf bargi bannaðar með þessu, þá bara myndi ég, þá skal þetta ekki þá myndi ég allavega huga því að reynda þá auka tekjuðinu. Og það fari í sóknarleika, því varnarleikurinn bara dugar ekki. Þessi fjárhagslegi varnarleikur sem við þurfum að spila. Ef þú ert í þannig stöðu, að þú, eins og þú varst eins og í stöðu sem ég var í, að maður var mörgun úr undir, og eða klyfjaður á skuldum, það bara hefti mann opaslega mikið, er opaslega erfitt. Og það á að vera markmið hjá öllum fyrst mér að stefna skuldleysi. Ég held að það sé gott markmið, þá er maður sjálfstæðari, þá er maður frjálsari eins og Georg kom inn á, og ég held að það séu bara ágætis loka orð í þessu samtali. Kolbeinn, þakka þér kærlega fyrir komuna. Nú, ef þú, kæri hlustandi, lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál eða vilt spyrja einhverja spurninga eða benda okkur á góða viðmælendur fyrir þáttinn, máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni Leitin að peningunum. Takk fyrir að hlusta.